Upplifðu ævintýraveröld Star Wars í Star Wars Battlefront, einum stærsta leik ársins. Það undir þér komið hvort uppreisnarmennirnir hafi sigur eða hvort hið illa muni sigra að lokum. Star Wars Battlefront komin í Elko. Elko, einfaldlega lægra verð. Þá kom að setja hlutunum í jólagjafahandbók Game TV og það engin betur til þess fallin en að fylla á jólagjafahandbók en ég og þessi hérna, Durgur. Ég veit mér alltaf dreymt að fylla handbók og það ætla að gera núna. Og við erum að, þetta eru leikir fyrir þá sem eru í eldri kantinum, 18+. Já, þetta er ekki verið börn. Nei, ok. Þetta er svona leikir, hasaleikir og skotleikir og ýmislegt fleira. Og við ætlum að byrja á hasaleikjunum og þann leik sem ég ætla að telja þar fremstan leikurinn sem ég fíla mest og spila mest. Það er Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, þar sem að Solid Snake mættur aftur og þetta er held ég svanasöngur Solid Snake sem sorg en frábær leikur, endist mjög lengi þannig að ef þú vilt gefa endinga góða jólagjöf þá mæli ég með Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain því að Solid Snake hefur sjaldan aldrei verið harðari. Það er svoleiðis? Jep, og talandi harðamenn að þá er líka Batman Arkham Knight. Hann kom út fyrir árinu og þykir með betri hasaleikjum ársins. Og þegar ég tala hasaleiki, þá er ég tala um svona þriðju persónu leiki, þar sem er svona blanda af hasar, slagsmál, skotleik og svo framvegis. Hann er rosalega, grafíkin svakaleg, svakaleg, það er allt geðveikt í honum. Nú, annars leikur sem ég vil nefna á í þessum flokki, hasaleikja, það er Uncharted Collection. Og það er náttúrulega bara 3 leikir í einu pakka, allir góðir. Þú gætir eiginlega, þetta er eiginlega besta virði sem þú getur gefið í jólagjöf myndi ég segja. Mjög flottur pakki og samt eiginlega ekki? Já, akkur ekki. Metal Gear Solid svo langur, hann næst í lengri en allir þýttir saman. Já, ég meina, ef að kona vill losna við manni sinn, þá getur þú gefa hann 3 leiki og bara hann hverfur. Þá getur hún bara verið í svona saumaklúbbsmarathoni í fleiri klukkutíma samflitt. Þannig að hafið það í huga, konur. Nú, það er fleiri þarna sem er úti í hasaleikjunum. Það er Assassin's Creed Syndicate var að koma. Leigumóringjarnir eru komin til London og það er fjör og flottur leikur, virkilega flottur og þeir eru að ná að skeina sig eftir Assassin's Creed Unity sem kom út í París. Það var ekki góður en þessi er að bæta fyrir það og rétt rúmlega. Það er mjög gott. Nú, fleiri hasaleikir, það er til þess Just Cause 3. Það er hægt að sprengja allt í loftu. Þetta er bara eins og Grand Theft Auto með meiri húmor og meiri yktur og allur í ykkur rugli. Þarna er bara þeir sem vilja risastóra sandkassa sem er hægt að missa sig og leika sér að þá er Just Cause 3 málið. Þú trefir honum? Já, þetta er fáránlega góður leikur. Og að lokum er það Rise of the Tomb Raider sem er að koma núna bara í Xbox One. Volið þetta mikið? Já, hann er fáránlega góður. Það er náttúrulega Lara Croft mætt aftur og þykir bara nokkuð góður. Kannski ekki alveg af góður og leikunum sem voru undan og restartaði svolítið Tomb Raider fransæsinu en þessi er virkilega góður. Þannig er komin á ís og í skó og ýmislegt fleira. Þannig að fylgist með þetta og tekið á Lara Croft. En þá er að tekka á skotleikjunum, það er fjör og þar ætla ég að nefna fremstan Star Wars Battlefront. Það eru mjög góður leikur, þetta er 3. Battlefront leikurinn en ég er samt eiginlega bara verið að resetta Battlefront seríuna. Það er eiginlega endurgerð af Star Wars Battlefront 1 sem kom út. Er þetta ekki líka skildueign fyrir, það er náttúrulega mikil spenningu fyrir Star Wars? Já, mikil Star Wars í gangi, þannig að tekja allavega á honum. Nú, við erum náttúrulega með Call of Duty Black Ops 3, hann er fáránlega góður og náttúrulega Call of Duty er bara einhvern veginn, það er bara eins og að vera áskrifandi á mókan. En þetta fáir áskrifandi á mókana, það er miklu verið en Call of Duty, en það er alveg, þú verður alltaf að fá bara þinn skamt einu ári, það er bara þannig. Nú Halo 5 fyrir Xbox 1, Xbox One eigendur, það er náttúrulega fáránlega góður. Fyrsta skipti sem Bungie er ekki svona með puttan í svona stórum Halo-leik en það tekst víst mjög vel upp, sérstaklega multiplayerin, þannig að það er bara fáránlega gott og að lokum er að Rainbow Six Siege sem er að koma út. Já, menn eru spenntir það. Mjög spenntur. Já, menn eru spenntir. Mjög spenntur. Þarna fer maður í svona sérsveit sem er að brjótast inn í alls kyns aðstæður og þetta er svona
Þetta ekta leikur sem ég búin að bíðast, þetta svona close quarter bardagar og þetta eitthvað massíft stuð. Öruggasta valið af þessu myndi ég halda að vera Black Ops. Black Ops, já, það svolítið örugt. Það svo mikið af mönnum að spila og getur spila með svo mikið af vinniðinum, þannig að það svona, ég myndi segja þessu öruggasta valið. Já, ég myndi halda það. Og að lokum, þá ætlum við að fara aðeins yfir hlutverkaleiki. Og það náttúrulega leikur, ég ætla að leyfa þig bara að tala aðeins það Destiny, The Taken King. Já, þetta minn uppáhaldsleikur á PlayStation þessa dagana. Og hann nú til líka á fleiri format, það sé Xbox One líka og fleiri gott, PlayStation 3 og allt þar fram eftir gödunum, en þannig ertu með svona blanda af skotleik og hlutverkaleik. Og það sem ert að finna byssur og svona keppa við bossa og svo líka multiplayer og þú getur farið svolítið svona kvipin og kvappin og spila saman og hendi í lið og þetta mjög gaman. Þetta mjög góð stöf og bara svona heimur sem stækkar endalaust og þetta bara 10 ára plan, þannig að þeir sem að detti í Destiny þið eru ekkert of sein til að detti núna og eigi þá bara hellings ferð fyrir höndum. 8 ár, það bara ár 2 núna, það verið mér toppmann. Nú, einn leikur sem ég hef spilað hvað mest af þessu árið er Witcher 3, það er hlutverkaleikur sem ég mæli líka með og það er fáralega góður leikur, endalaus einhvern veginn, komið nýja viðbætu við hann og þetta er bara endalaus heimur fullur af góðgæti. Kemur frá Póllandi held ég. Já, og þeir eru líka að gefa viðbætunar, það er svolítið svona, það er ekkert vesen, þeir henda inn nýjum uppfærslum, nýjum stöfi. Þeir eru alltaf að gera eitthvað. Þeir eru góðir, þetta eru öðlingar, þessi menn. Þannig að ég held að við séum bara konum með þetta og þeir sem að kannski, eina sem kannski vantar upp á þess að jólagjafa handbók eru PC-leikir og það er kannski helst að voru þeir að klára StarCraft 2 3-leikinn sem er leikur sig á The Void, nýr StarCraft-leikur, þannig að ég er þetta að mæla með honum. Svo er komið nýr Civilization fyrir þá sem að hafa gaman að Sid Meier og hans verkum. Það er komið Beyond Earth heitir hann, það er komið fyrir svona Studi Game og nýjasti leikurinn í þeim flokki og já, þetta er svona kannski helstu PC-leikinnir. Já, svo sem eru PC-notur að nota bara alltaf sömu leikina þannig. Já, svo náttúrulega, svo gleymum við einum, sorry, ég gleymdi einum hlutverkleik, stærsta leik ársins, Fallout 4, sorry, ég gleymdi honum. Þetta var bara slís, mér að gera, ég tekið á mig. Þú hatar Fallout, akkur hatar það Fallout? Nei, ég hafði ekki Fallout, það var bara, þú veist, við vorum að tala um PC-leiki og hlutverkleiki, ég var bara að flýta mér á það. PC-leikur, eitt besti PC-leikur ársins er Fallout 4. Var einhver að bíða til Fallout 4 eða? Já, ég var að bíða, þú varst að bíða, það var allir að bíða. Ég veit það. Skeist þetta. Já, ég veit það. Sorry. Flott handbók hjá þér. Já, ég veit það. Þetta er besta handbók í heimi. En allavega, henni er lokið hér með og við séum bara gleðileg jól og hafið það gott og veljið rétt í pakkana þessi jól. Upplifðu ævintýraveröld Star Wars í Star Wars Battlefront, einum stærsta leik ársins. Það er undir þér komið hvort uppreisnarmennirnir hafi sigur eða hvort hið illa muni sigra að lokum. Star Wars Battlefront er komin í Elko. Elko, einfaldlega lægra verð.